Það er náttúrulega bara fréttir af Þorsteini Leó núna í vikunni. Var þetta falsfréttir? Nei, þú veist, ég las það nú ekkert alveg allar. En frá svona mínum bæjardyrum séð þá, þú veist, þá er ekkert, þú veist, það er ekkert vesen á milli HSÍ og Porto og mér finnst öll samskipti og upplýsingaflæði bara hefur verið mjög gott. Það sem gerist bara að leikmaður meiðist, hann lætur ykkur vita og við tekur eitthvað ferli bara sem, þú veist, náttúrulega á milli landa og tekur bara sinn tíma en hann fekk mjög góða meðhöndlun og var í mjög góðum höndum og það var mjög fagmannlega staðið öllu hjá Porto. Jú, við reyndum að fá hann heim en þeir vildi ekkert endilega hleypa hann og það var alveg góð og gild ástæða fyrir því og partur af því var þessi meðhöndlun sem hann þurfti að fá þar og var bara í góðum höndum. Það hefði verið gott að hafa kannski eitthvað frá Örnólfi og Jómba fyrir þennan fund og fyrir valið en það er ekki og þú veist, þess vegna líka fór ég bara þá leið að velja bara aðra 18 leikmenn. Ef út í það fer að Steini heldur áfram á þessari leið sem hann þá fer hann bara með okkur til Frakklands, verður bara partur af þessu og verður í kringu liðið en ég held að segja sér líka sjálft að ef við förum ekki varlega og pössum ekki upp á hann og það komið bakslag, þá bakslag því þið bara með búið. Þannig að þetta er líka fín lína og hagur leikmannsins þarf náttúrulega að vera númer 1 og 3 og þannig að óvissan og spurningarna eru bara kannski of margar til þess að ég vil líka vera treyst á þetta. Þú náttúrulega vel á nýja æfingahópinn og Einar Baldvin. Ertu að gera ráð fyrir að þeir fara eitthvað með ykkur út eða þeir bara hérna 1. til 8. janúar? Ég reikna með að fara með 2 markmenn til Frakklands. Auðvitað getur það bara alltaf breyst. Ég held að hvort að Steini fari með eða ekki bara ræðst aðeins á því bara hvernig jólin og annað slíkt fara með hann og svo þessi fyrsta vika sem við erum heima. Hver dagur skiptir máli og eins og ég segi ef það eru blikur á lofti hann getur komið inn í mótið hvenær sem það er. Ég læt mig dreyma millirélana og ef það eru blikur á lofti hann geti það þá er hann bara partur af þessu og verður bara með okkur sem 19. maður og við þurfum þá bara að gera breytingar þegar að því kemur. Er það faglegt mat? Að búast við honum í milliriðli eða er þetta bara þínir draumar eða hvað segir það? Nei, ég byggi þetta bara á því sem Porto segir og það sem Jóndi og Örnólfur segja og vonandi að vera þeir bara jákvæðir eftir að hafa skoðað hann og testað hann og þannig nei, þetta er faglegt mat en það er nú alveg stundum farið illa með mig líka.